sko, þú ert að tala að þið viljið vaksa. Já. En svo voru þið að reyna að selja hluti ykkar í olíudreifingu. Hvernig fer það, kemur það, en svo vildi enginn, þið voruð ekki sáttir við verði sem þið fenguð. Já, það er rétt. Og við segjum sem svo eitthvað, við viljum bara eiga þetta þá áfram. Af hverju voru það að reyna að selja olíudreifingu sem heldur utanum tankan ykkar og líka fyrir N1 og ykkur, ef við skil, ólís og N1 sem sagt. Nokkri punktar í þessu. Í fyrsta lagi varðandi vöxt, þá hann við viljum arðbæran vöxt. Já. Við erum ekki að vaksa bara til að vaksa. Við höfum engan áhuga á að bæta við okkur veltu ef hún ekki hagkvæm velta. En það er spurningin sko, sölu á ODR, þetta snýst kannski það, þú veist, hverjir eru heppilegustu eigendurnir? Og eru tækifæri til að ráðstafa fjármagni með öðrum og skilvirkari hætti heldur en í þá einhverja tiltekna eign sem undir þá okkar reglíf í dag. Við eigum sem sagt hlut 40% í olíudreifingu í dag á móti sameigendum okkar sem 60% og kannski grunnhugmyndin sem að vakti upp þessa vegferð var svo mögulegt að það eru einhverjir aðrir betur bærir eigendur til þess að stýra olíudreifingu inn í framtíðina. Það eru náttúrulega eins og þeir sem þekkja til vita ákveðna takmarkanir á, við eigum olíudreifingu með okkar samkeppnisaðila á eldsneytismarkaði og það eru svona ákveðna takmarkanir þess vegna það hvernig við getum átt samskipt félagið og stýrt til framtíðar. Ætluðu þeir þá líka að selja? Skiljið þetta? Jú, það stóð til að báðir aðilar. Þriðja aðila bara til þess að kaupa þetta? Já, og hugmyndin bara, svo ég reyna að sjóða þetta niður á stuttu máli, var svo, hér eru áhugaverði tíma framundan, það liggur fyrir að orkuskiptin í fullum gangi, fjöldi rafbíla á götunum breytast, það verður mögulegar aðrir eldsneytiskostir, aðrir fljótandi eldsneytiskostir heldur en kolefniseldsneyti verður boðið upp á, það er mjög líklegt, þó að sé ekki alveg komið niðurstaða hvaða verður metanvetni og svo framvegis og það sem við vorum að skoða einhver annar þarna sem getur stýrt olíudreifingu betur inn í þá framtíð heldur en við, með þær takmarkanir sem eru vegna eignarhaldsins. Það sem gerist svo í ferlinu, það endar náttúrulega á því að hugmyndir okkar og þeirra sem höfðu áhuga á kaupafélagið og það voru margir áhugasamir það, þær fóru einfaldlega ekki saman. Að hluta til kannski fóru þær ekki saman vegna þess að við kynnumst félaginu miklu betur í þessari vegferð. Og staðan einfaldlega svo að markaðsaðstæður félagsins eru sennilega töluvert betri en við héldum þegar við lögðum upp í vegferðina. Eftirspurn eftir kolefniseldsneyti hún meiri en við gerðum ráð fyrir. Hún hefur haldist sterkari og það fyrirsjáanlegt að hún muni halda sterkari heldur en kannski spár gerir ráð fyrir 1 ári eða 5 árum og svo framvegis. Og síðan eru heilmikil tækifæri sem við sjáum alveg núna, við getum stutt fyrirtæki í gegnum annars vegar sem eigendur og hins vegar sem viðskiptavinir í orkuskiptunum, í nýjum orkugjöfum. Það ekkert fyrirtæki í Íslandi í betri stöðu til þess að nýta þau tækifæri ef það verða fljótandi orkugjafar sem kom í staðinn fyrir dísil og bensín, þá þarf meira geymslupláss. Það þarf meiri dreifingu vegna þess að hver lítri af þessum ný orkugjöfum, ef við getum kallað á það, hann inniheldur minni orku heldur en lítri af dísil eða bensíni. Þannig að ég ætla ekki að þykjast vera einhver efnafræðingur og vita þetta nákvæmlega, en segjum þetta sé 10-20%, þá þýðir það bara einfaldlega meira geymslupláss.